Já, komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin í KA TV. Hérna að fara að hefjast leikur KA og HK í missunadeild kvenna í blaki og má búast við hörkuleik. Þetta toppslagur í þessari spennandi deild. HK, KA og Afturelding eru svona líklegustu liðin til þess að vinna þessa skemmtilega deild og má, eins og segi, reikna með spennandi viðureign. Liðið mættust fyrr í vetur. Þá fór HK með 3-1 sigur af Hólmi. En var hörkuleikur og í kjölfarið hefur KA-liðið í rauninni bara styrkst og verður, eins og segi, væntanlega hörkuleikur hér í kvöld. Við ætlum að fara að renna yfir liðin. Byrjum á gestunum. Það er nummer 2 Hjördís Eiríksdóttir, 5 Hanna María Friðriksdóttir, 6 Helena Einarsdóttir, nummer 7 Laila Sara og 8 Líney Inga Guðmundsdóttir, nummer 9 Laufey Björk Sigmundsdóttir, nummer 10 Sara Ósk Stefánsdóttir, 14 Rósa Dögg Ægisdóttir, 16 Michelle Treini, 17 Ásdís Rán Kolbeinsdóttir, nummer 18 Heba Sól Stefánsdóttir og 19 Arna Sólrún Heimisdóttir. Þjálfari þeirra er að sjálfsögðu Emil Gunnarsson. Já, bjóðið velkomin með mér Arnar Má Sigurðsson. Velkomin Arnar. Sælir, sælir. Frábært að hafa þið með. Já, það verður einhver að koma að passa þess og segir ekki eitthvað vilsu. Já, það ætti athygli bullið með síðastræk. Já, það er að gera að við verðum með fullt af áhættur í þessu leik til að verða einhver umræða. Svo hafa þá hreina, ég veit ekkert blak, þannig að að gera að taka meira marka dómarinn heldur mér. Já, það er að gera að hafa svona skoðun á því. Já, það er það sem að skipti máli, hafa skoðun. En það má ég segja, væntanlega erum við að fá hörkuleikir í dag. HK er með fullt úr stiga á toppnum. KA-liðið er svona alltaf byrjað á tveimur mjög erfiðu leikjum gegn HK og Aftureldingur hefur heldur betur verið að svara fyrir sig í síðustu leikjum. Já, bara lítið ágætlega út. Já, þetta verður vonandi hörkuleikur. Já, ég hef trú á okkar stelpum í kvöld. Verða það fyrsta til þess að leggja HK á velli. En já, við erum búin að renna yfir gestaliðið, þannig að við skulum fara að kíkja á heimalið. Og byrjum að því, nummer 1 er Sigdís Lind Sigurðardóttir. Nummer 4 er Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir. Nummer 5 er Pála del Olmo Gómez. 6 er Gíja Gunnarsdóttir fyrirliðir. Nummer 7 er Jóna Margrét Arnarsdóttir. 9 er Ásta Lilja Harðardóttir. 10 er Lóðsa Rut Aðarsteinsdóttir. Með 11 er Amelía Ír Sigurðardóttir. Með 12 er Andrea Þorvaldsdóttir. 13 er Valdís Kapitúla Þorvaldsdóttir. 14 Heiðbrá Björgvinsdóttir. 16 er svo Mireia og Roscoe. Og 17 er Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir. Og 20 er Emilía Steindórsdóttir. Og að lokum er þjálfari KA Miguel Mateo Castrillo. Búið að kynna inn á. Þannig að okkur er ekkert að vanbúið að fara að hefja þessa veislu. það er bara svoleiðis. Já, ég, eins og segi, er alltaf spenntur fyrir þessum leik. Alltaf stelpur eru náttúrulega frábæran sigur á Aftureldingu á dögunum og svona eru því ennþá núna í topp tækifæri á að færast nær HK. Klárlega, það er spurning hvernig spennustigið er. Já, náttúrulega innkoma Mireia og Roscoe inn í KA-liðið er náttúrulega mögnuð. Hún er að vera frábær. Já, og ég ætlum að sjá ennþá meira þegar það líður á. Já, eðlilega til svona smá tíma detta inn í spilið og ná kannski tengingu við klárlega eftir að ná betur saman. En talandi við spilarann, þá er alltaf Jónas sem að mun hefja hennar leik. Byrjar á erfið móttaka og fyrsta stigið á KA. Flott og svo. Fín uppgjöf hérna hjá Jónu. Eðlilegt núna í byrjun, það er oft erfitt að
Þarna fer þessi út. Ég segi það erfitt að bæði finna bestu uppgjöfuna og bestu móttökuna í fyrstu stíðunum. Já. Sérstaklega það liðin kannski ennþá að ná taktinu eftir þessa löngu COVID-pásu þó að vissulega sé búið að spila þétt. Það var líka þreyta. Já. Já, vel gett á Valdísi láta henn að fara. Nei. Þetta var inni, línuvörður segir inni og Gunni tekur alveg mark á því. Já. Hann byrjaði að koma hendina KM og ferði svo yfir. Já, ég held að hann var ekki alveg viss en tók svo línuvörðina. Man sé bara í svona góðu skapi að hans að dansa með tónlistinni í húsinu. Reyja og vel slegið í hornið. Þetta var hrikalega vel gert. Ekkert of fast, bara opið í hornið. Já, en hún getur líka slegið ansið fast. Já. Getur það. Ég er ekki roð í kraftin í spansunni hjá henni. Nei, hún er öflug. En það er kannski ekki endilega besti mátin að byrja að missa á því hana, en hvað er það? En þetta, ég held ég að það fín vörð. Og hitti boltan illa. Já. Flaug út. Það hefur verið tilvalið að ná þarna smásók. Þetta er fína vörð. En þetta var fínt hjá henni. Það var greinlega sneiðan hann meðfram hávörðinni, en það var aðeins svo fast hjá henni. Já, fín móttaka og flottu bolti þarna. Vel gert hjá Hönnu að koma að vænta undir. Vaknandi undir. Fyrir að blokkinni. Erfitt að eiga þetta. Touch út. Já, gestirnir er að byrja aðeins betur, koma með tökkastæði fórskot, en það er svo fljótt að fara. Þeir mistir móttökuna yfir og það er hörkus massa þetta frá Michelle. Heyrðu, Háka byrjar að krafti í. Já. Náum ekki alveg. Það er kvartið eftir. Það er mismæltur að byrja að kvarti. Já, hann náði saman Háka. Þannig að stuttubolti. Já, það er bara dói þessi bolti í miðlóttinu. Já. Valdís ekki alveg með hann. En já, við þurfum að ná að loka fyrir þetta. Komið 4 stig í röð á Háka núna. Já, þetta er svona. Þarna, fín móttaka. Þarna, flott slag. Þarna. Já. Nákvæmlega. Já, vel gett hjá Heiðbrá. Hún var að koma rosalega sterk inn í síðustu leikjum og ánægði með hana. Komið með fyrsta stigið sitt í kvöld. Þau verða fleiri. Klárlega. Nú sér hérna á Jóna. Verðu. Aðeins svo margar snertingar. Ég er alltaf hissað að Jóna náði boltanum. Já. Svolítið lág vörn, þannig að fór ekki hátt boltinn. Það hefði svo alveg verið skrifað að skýna stelpunar hefur náðu jafn ævintýralegu stigi og því kallarnir í síðasta leik. Já, það voru nokkur ævintýraleg þar. Já. Það er svo sem aldrei að gefast upp í bakinu. Það veit aldrei hvernig boltinn endar hjá manni. Sko, það er bara að skilja hann yfir. Það var ekki við loftarinn en það í leik. Þannig að flott vörn. Og flott vörn. Já, virkilega viktigt að ná þessu bolta. Hann var fastur. Úti. Já, þessi út. Já. Pála heppinn að það ná honum ekki. Hún er allavega reyndi. Já. En nei, bolti frá Michelle var aðeins svo langur. Michelle kom með strax með 3 stig, hann kom að því og hann sett hana út. Hugmyndin var góð. Já. Ég er ekki viss með þessi að vera inni. Nei, hún er ákvað að taka hún leið. Já, það er oft betra. Já. Bara að taka hann. Pála er aftur línunni, en gerum við hérna línu aftur. Nú er lag. Það vildi nú einhverju heyra tvíslag. Já. En það slapp.
Valdís upp á Gíu á Heiðbrá neglir þessu og þetta er ótrúlegt stig. Það skrúaðist í netið og yfir. Ég held að aldrei snert hávörnuna eða neitt. Nei, enda voru það strax fyrir að stúa sig við að fara að fagna fagna stíginu. Skil ég ekki hvernig það. Krassaði yfir. Hann fór rosalega niðarlega í netið. En þetta, ekki að hrósa á Heiðbrá fyrir þetta er bara taktík. Æja, aðeins og seinar í blokkinu á það, það var bara frítt lag. Já, það má ekki gefa Michelle neitt, hún að byrja svakalega. Það er ekki hægt að bjóða henni frítt neitt til að slá af. Nei, heldur betur. En það er þessu og það kom enginn. Nei, heyrðu. Þetta var skrítið. Já, ég held allir að reikna með að Pála myndi slá þennan yfir en það var eitthvað miskilíkur. Já. Þetta er svekkjandi, svona stig vill maður ekki sjá. Nei, komum yfir og leyfa anstæðingur frekar að gera mistökin. Einmitt. Valdi og Anna Jóna sett í blokkina. Brosa út af eyrum. Já. Eðlilega svo sem. Stöðsniðu. Já, erfiðri stuð þetta með bakið á móti hávörðinni næra snúa bolta niður þetta. Máttur aggressívar í blokkinni. Michelle með fasta bolta þessi út. Já, svo aldrei spurning. Þú kallar alveg bara áður hún sló. Já, eiginlega. Hún var með bolta sem langt fyrir átt að sig og það var eiginlega. En já, það væri gott að ná að tengja nokkuð stið núna að ná að jafna sem ekki endalast að elta. Þarna, flott spil á miðjuna. Já, þetta sé að dæma net. Ég þorði ekki að segja þetta en mér sýndist þetta líka. Hún sló, já, hún sér þið. Hún er Sara næri hérna. Og bara, já, þetta var mér að kenna. Það kom hendi á eftir. Þetta var sem sé net. Hendi fylgdi aðeins á eftir hann í net. Þannig að Sara fær ekki þetta stig, skadaði sig. Og hvað er þetta? Þetta er Káa. Aðeins og löng móttaka. En já, ég baði mig ná að jafna leikinn, það gerðist núna. Já, flottar uppgjafir núna. Þetta er breytir öllu, það setur þetta aðeins í pressu. Einmitt, og Pála af hávörðinni en það ná að bregðast við. Næstu í miskilningur en ætla að setja hann inn í hornið. Já. Nei, en skottinni takist ekki alltaf það sem hún ætlaði sig því að þetta eru oft mjög skynsamlegar ákvarðanir. Black Hailey og Michelle. Já, þetta er... Sjáum þetta fín móttaka hjá henni og fær svo boltan aftur og nú er hávörðin klár en vel gert hjá Líney. Já, flott. Já, svo kemur boltin hérna frá Laufey í netið. Þannig að blokki mætt, hún fara að vera mætt á Michelle. Það er bara alveg klárlega. Þetta er erfitt þegar út með bæði Söru og hann á þetta frammi. Já. Mikil ógnaðan báðum. Heldur betur og líka búin að segja, sérstaklega Michelle búin að vera funheit til þessa. Já, Emil tekur leikhlé, Káa komið með... Hvað, nokkuð stigur auðvitað ekki? Já, ég held að það sé meir en 4 af því að við skráðum á stigið þetta fyrst á HK. Tölfræðin er í einhverju smá hérna tæknilegum örðuleikum. Já. En já, þetta er svona allt að koma hjá okkur. Það var svona aðeins erfið byrjun. Já, það er oft frá byrjun og hrinn meðan að koma smá jafnvægi í leikinn. Svo vitum við þannig að Blackligur er fullt af sveiflum. Já. Þetta helst sem fæstum fyrir sumlið. Já. Það voru heldur betur sveiflur þegar þeir unnu afturhelding á dögunum í karlamegin. Já, og það var heldur betur í afturheldingaleiknum líka á konunum síðast. Já, einmitt. Og stemdi allt í 3-0 sigur afturheldingar en stelpurnar með þessi fór út. Magnaðan karakter. Leikliðið virkaði fyrir HK. Já,
Þetta er alltaf það síðasta sem að þjálfarinn segir. Ekki klikka á uppgjöf eftir leikli. Það er spurning hversu margir að hlusta á þjálfarann. Það er allt annað mál. Mér er afturlínunni en Michelle vel staðsett. Já, flott vörn. Þarna. Okkar Jóna, hún velur Pálu. Já, ok, nær þessi flott. Og Gía blokkuð þarna og já, Jóna var í lit. Nei, Mók, já. Bent Mók að káliði það. Já. Eða tvíslag eða? Já. Ég átta mig ekki alveg á. Nei. Ég held að við sló undir hann hann. Já. Flott móttaka. Já. Já, reyndu að segja. Jóna mætti alveg lauma líka. Já, það hoppaði bara enginn með þessu. Þetta var gríðarlega vel gert hjá henni. Og komið með 2 stig. Þetta gerist rætt. Hei. Já. Gía setur þetta netið. Já. Og skiptir það út fyrir Valdísi. Sara komin í uppgjöf fyrir HK. Já, við bara Jónu og Jóna á með reyju afturlínunni. Já, slæri dögur bara. Já. Þessi bolti, já, þeir bara tekur hann. Hún er á lífið þá. Nei, Þessi bara full stuttur hjá Valdísi. Hún ætlaði að setja hann eitthvað, já. Já. Já, skítur skeður eins og maður sagði. Já. Það er bara næsti. En við töluðum að reyna að minnka sveiflunar, nú er HK búið að snúið samt til sér í vil. Já, vel gert það með reyju og Pála setur svo yfir. Já, Jóna á Pálu og Pála neglir þessu en Hávardin góð. Aftur Pála. Já, og Sara hérstað sett. Magnaralli núna. Og svo kemur þetta Stefán Hjördísi. Já. Hún var inn í þessu bolti. Já, bæði lið að sækja hart eftir þessu stigi endaði hjá Hjördísi. Já, KR sem að brasi að ná svona alvöru sók. Já. Þessi leikur stál í stál. Sko. Hérna er Jóna í erfiðri stöðu. Já. Aðeins að KR aðeins að laga móttökuna núna. Þetta er KR tekur leikli. Já. Já, ég sammála því. Móttakan er ekki alveg nægilega góð hjá okkur og sama tíma er móttakan hjá HK búið að vera mjög fín. Já, það er smá brasa á þessu núna. En líka flottar uppgjafir. En þetta er svo sem bara 3 stig og nóg eftir að þessari fyrstu rinnu. En það væri sterkt að ná sigri í fyrstu rinnu. Það er orðið svolítið síðan ég sá K-alið vinna fyrstu rinnu í blakinu. Já, það virðist alltaf að taka eina rinnu að hita upp, sko. Já. Enda svo sem mikið kuldi fyrir norðan núna. Já, búið að vera kallt lengi. Hvort að það sé að há blakleðum okkar veit ég samt ekki en. Já, en ég vildi frekar verið kallt á toppnum, en það er ekki staðan núna. Já, það er svona stutt í toppinn samt. Já, það er spurning hvort það. Já, allt klárt til að byrja aftur. Já. Sara með uppgjöfuna hérna. Fík bolti. Setur hann út. Rétt lag út. Já. Svolítið að reyna að slá hann öruggan þarna. Já, það var svo sem enginn þarna. Það var alveg hárrétt hérna að prófa þetta en 5 stig í röð núna hjá HK. Það eru að þarna
kom móttaka. Já. Svo vantaði, þá blokk. Blokkina hjá Hjördísi maður. Jæja. Hún var bara ein. Já. Hún las þetta vel. Já. Jæja, nú kemur þetta. Pála að Hávartin út. Bara slóum boltan. Já. Jæja. Búið að leysa þessa stöðu. Já. Þetta búið að vont að festast í svona stöðu. Já. Heldur betur. Jæja, nú þurfum við að halda uppgjöfinni. Sér leið að við náðum þessa góðri móttöku þá var þetta ekkert mál. Nei, þetta er bara mjög erfitt ef þú skila boltan en ekki inn á þinn vallarhelming. Ágætis móttaka. Já. Og lauma sem að þið langaði að vera löngu búin að kalla að vera laumaður. Já, þetta var Hjördís klár, hún las stöðuna hárrétt. Já. Mér er kannski þið mátti vera komin að undir bara. Já. Setjum á Pála af Hávartinni og ok. Og hvað reyndar þetta? Já. Það gerir Mireia vel og fæ stigið. Stend mók. Vildi fá seilingu þarna. Gunni harður á því að það var ekki seiling. Já. Kannski þú viltu mótmála honum eitthvað? Það er best að ég segi sem minnstu tökastöna. Ég er mjög hrifinn af líflegri umræðu, þannig að... Já. Jæja, kemur Pála afturlínunni, þetta er virkilega vel gert. Og þessir úti, já, flott. Þannig að, leið sem þú segir, leiðum við náum að spila boltanum fram að neti og það var náðu það er bara þannig. Heldur betur. Auðvitað tölvöld hluturkennar Jónu ef hún fær þægilega bolta, það er ekki að endast að hlaupa fram og tilbaka eftir þeim. Nú þurfum við að halda áfram. Flott móttaka og á miðjuna, hratt á miðjuna, það var flott. Já, þarna vantaði aðeins í Hávartinni hjá okkur. Vel spilað. Já, klálega. Og stigin er að dreifast þokkalega vel hjá gestunum. Þokkaleg breytti í þessu öfluga liði þeirra. Það kemur Mireia og skorar. Erfitt fyrir Rósu að stoppa þetta. Hrafnhildur komin hérna inn á í uppgjöfina, já. Og Gíja svolítið komið fram í miðstöðuna. Já. Flott. Já, hún er búin að vera öflug uppgjöfuna þegar hún er komið inn á. Þarna, flott vörn hjá Pálu, bjargaði þessu. Hvað reyndar þetta? Já, þetta er inni. Já. Þetta er virkilega vel slegið hjá henni. Já. Og Michelle komið 5 stig núna. Kemur Helena Einarsdóttir inn fyrir gestina í uppgjöfuna. En já, nú fyrir hvert stig að vera ansi mikilvægt. Já, nú verður það að skipta máli. Það er þessi partur sem er skipta máli. Alltaf gott að geta henni byrja rólega. Það segja þú okkur nógu gott lið til þess. Þetta er... Við erum að pikka þennan upp. Já. Já, Matteo aftur leikli. Jæja, við höfum nú alveg séð svona snúast við. Já. Það var 24-20 í þriðju hreinu móti afturheldingu fyrir sunnudaginn. Stelpurnar skoruðu 60 í röð og heldur sér inn í leiknum, heldur betur. Já, unna svo bara endan. Unnu rest. Já, það var eiginlega alveg magnað að fylgjast með því. Já, ég er bara langt síðan ég hef verið jafn spenntur yfir Black Lake og það var eiginlega þannig að maður hefði ekki grátið heldur hvern veginn sem maður fór því að maður sá að það var búið að leggja 120% í það. Já. Þegar maður sér það þá bara ok, það var annar liðið að vinna. Já. En frábær leikur. Já, heldur betur. Og bara
Það var mjög skemmtileg barátta framundan bæði kalla og kvennamegin og nóg af liðum og bara svona blakið klálega búið að taka góð skref fram á við. Gíja blokkur og alltaf svona aðeins Heiðrún kemur að inná fyrir Heiðbrá. Gefur Mýriða niður í móttökuna. Spottið af netinu. Erfið uppgjöf. Pála gerir þetta vel. Og slæður hún út. Nú bara að keyra sig í gang og fyrir næstu rinnu. Já. Eins og þú segir, það ekki alveg venja að vinna fyrstu rinnuna. Nei, furðuleg venja og það að koma á. En það er svo sem skiptir minna máli hvort þú vinnir 3-0 eða 3-1 í þessu reyndar. Fýtt boltinn frá Mireyju en Hjördís var búin að lesa þetta. Sá bara móttakan er virkilega góð hjá HK. Flott vörn, fín hreyfing og staðsetning. Þessi boltar með Mireyju var að netinu. Það er nú bara aldrei náðið yfir nettið þessi. Nei, þessi var bara í nettið. Og þá gerum við skiptingu. Amelia Ósk kemur inn í viðspyrjarann. Það er vonandi fyrir hana að hún fái meira en bara 1 stig hérna. Já, hún fá móttöku núna. Fá eina góða móttöku. Þessar hreinu. Nei. Aldís og erum í brasi. Þetta er erfitt að elta boltan svona fram að netinu. Já, en bara hrós líka á Helenu að koma. Já, flottar. Erfiðar uppgjafir hérna. Rétt yfir netbrunni og í netbrunni og algjörlega. En já, það eru gestirnir sem vinna endanum öruggan sigur. Þetta var nú eiginlega stál í stál lengst af. Það var svolítið móttaka sem hann bara sveik. Já. Það er bara var svolítið þannig. Sjáum hvort að spennist í róast ekki aðeins í móttökunni og í næstu rinnu. Já. Það er spurning hvaða svör Matteo hefur. Já. Þú fer með eitthvað vafasamt inn á milli rinnan og því að ná í kaffið handa okkur. Já, þá kíkjum við á tölfræðina. 25-16 lokatölur fyrir HK. Og já, 9 markstigi gestanum gegn 7 hjá KA-liðinu. 1 ás hjá gestunum gegn engum. 2-1 í laumum hjá KA-liðinu reyndar. En gestunir yfir íla öllum tölum. 3-2 í blokkum. KA gerir 11 missur sem gefur HK stig. Gegn 6. Og þó að það verið jafnt til að byrja með og liðið skiptist aðeins á að leiða, þá held ég að sigur HK í þessari fyrstu rinnu sé sanngjarn. Kíkjum svo hérna á hvernig þessi fyrsta rinna spilaðist. Sjáum að HK leiddi lengst af miðbygg rinnunar náði KA komast yfir í smá stund en HK var fljót að svara fyrir sig og skora svo endanum síðustu 6 stigin í þessari hrinu og vinnur 16-25 sigur sem að, eins og ég segi, verður heldur bara viðurkennast að sé sanngjarn. Kíkjum örstutt á stigaskorið. Ég segi, HK kom í 1-0, Michelle Trainee byrjaði sterkt og var komin með einhver 3-4 stig strax bara í upphafi. Endar hrinu með 5 stig, Hjördís Eiríksdóttir með 4, Hanna María 2 hjá KA-liðinu, Pála til Olmó og Mireyja báða með 3 stig og Jóna og Heiðbrá báða með 2. Við þurfum að ná að virkja fleiri í KA-liðinu. En já, styttist í að við hefjum aðra hrinu. Minnum í leiðinni á að það er hægt að styrkja Bragdeild KA. Ef þið hafið áhuga á því að leggja inn á þennan reikning hérna
munar hverja krónu. Fyrst núna þegar engir áhorfendur eru leyfðir í húsinu. En eins og segi, stefnir í hörku skemmtilegan leik hérna. Og verður eins og segi, spennandi að sjá hvort að KA-liðin á ekki að svara fyrir sig. Já, Arnar og Matti aftur. Já, hvernig líst þér á þetta? Það eru klárlega svona blikur á lofti að KA-lið þarf að bæta móttökunum sína, en annars það voru fínir sprettir fyrstir hinnu, en ég hef alveg trú á að við náum að stilla miðið aðeins betur. Aðeins að ná svona stabíli leik, það er bara hannig. Þú ert vantilega sammála þeim skilabáðum sem eru á skjánu núna að styrkja Battle KA. Já, ég gæti ekki verið meira sammála því sem formaður er núna. Sem formaður deildarinnar. Á þessum síðust og vestu tímum þá er allir styrkir mjög vel fegnir. Þetta er ekki búið rauðvöld ár. Nei. Peningalega. Það voru öllu írtastarfið því miður. Það er bara þannig. Og það voru aftur náttúrulega vonbrigðar fréttir í dag að ekki áfram áhorfendabann í íþróttum. Já, það er svoleiðis. Ég var ekki eins og búin að ná fréttunum. Það er bara það mikið hjá mér að gera í dag að ég... Það er sem sé búið að fjölga gestum í leikhúsi en áfram óbreytt í íþróttunum. Já. En það er eins og það er. Það eru aðrir sem stýra því. Já, þurfum ekki að ágjöra því að sé einhverju trufla okkur þegar við erum að spila. Já. Verst af við það er svo fáir í húsinu að heyri allt bulli sem ég segi yfir þetta. Já. Þannig að það eru fleiri sem hlusta á það. Þetta er venjulega. Þetta er farið að stað hérna Jóna á Pála blokku. Blokkir þarna. Já, Hanna María. Blokkaði alveg hérna á stuttakrossinn sem Pála var að reyna að slá þarna. Já. Fyrir þetta verða andlegt í okkar liði, það er búin að vera frábæri hárninni núna. Já, erum við mjög góða blokk, þannig að það verður bara að leysa það. Já. Það er bara svolítið svoleiðis, sko. Já, með reyður aftur innunni. Já, setur hann bara yfir. Þannig er HK að sækja og slá í gegnum blokkina. Já, Hjördís kom með 5 stig núna. Ekki alveg nógu vel loka hjá þeim þarna, blokkin. Nei. Þarna á ekki að vera hægt að slá ef það er blokk. Hjördís með þessu og Mireia bombar þessu. En er Hanna María fyrir gefið að... Alveg stórleik í blokkinu þarna. Já, þetta er magnaði. Það er komið 5 blokkstig hjá gesturum. Ég held að Hanna María eigi 4 af þeim. Þetta er allt annað. Æja, Jóna á Pálu. Pála til með lausa bolta og að koma því. Já, en það verður líka að taka með í reikningin þegar að móttakan er aftur á vellinum og þetta eru háir boltar. Þá er svolítið fyrir séð hvar smassið er að fara að koma og þá er blokkin betur stiltari. Já. Þannig að meðan við erum í þessu brasi að koma ekki móttökunni fram að netinu, þá eru þetta bara vandamál. Já, algjörlega. Svona, flott móttaka. Nei, ég held hann hefði verið úti. Já, það var tvísýnt. Við hefðum dæmt hann úti. Ég ætla að dæmt allt úti, sko. Já, við hefðum dæmt hann úti. Já. Fengið svo vantilega ákvörður fyrir eftir á. Þetta töts allavega sást. Já. Já, við tökum öllu svona. Mjög vel þegið, mistökum. Já, nefnilega, HK hefur ekki verið að gera mikið af mistökum. Nei. Það fer svolítið langt á því, sko. Já, það vill vera þannig. Bara svolítið þannig. Þú hættir að gefa anstæðinum auðvitað þá verður þetta auðvitað. Já, vel getið Pálu. Ná þessu bolta og... Dæmdur inni, hann áfram hendur þetta. Ekki veifar enginn allavega úti. Þessi var úti. Þessi bolti frá henni Laufey út. Æja, það er svona datt þetta aðeins með að KA-starfólk. Já. Það er bara, það má líka gera það stundum. Já. Æja, mundir aðeins 1 stig.
Mér finnst við ennþá eiga svolítið inni. Já, Michel reynir að lauma, Jóna klók hérna. En enn Hanna María. Mér eitthvað sennilega verða fyrir eitthvað gröm á þessu. Já, ég ljá henni það ekki. Og ekki glöð á svipinn. Það gott, keppnismanneskja. Það ekki mætt bara til þess að dunda sér eitthvað. Nei, ég ætla að hafa ekki ekkert mætt mótspyrnu áður. Já, ég reikna með það í Champions League að það sé einhver mótspyrna þar. Já. En þetta vel gett að Pálu, þær virðast að ná að bjarga þessu. Sigdís, já. Hanna. Það erfið bolti af netstrengnum. Þá svo kemur hann svona. Fellur ekki alveg eins og hann á að gera. Já, Sigdís komin á blað. Sem vel. Já, flott að fá aðeins á miðjuna. Já, Sigdís hrikalega öflug. Já, búin stígandi, alveg reynd. Já. Þarna, ótrúlega hvernig að... Já. Sjáu það, við séum hikaði alltaf fyrsta smassan en svo var alltaf það örugt en svo endan var að reyna að smass í gólfinu. Það stundin verður svolítið erfiðar, þú ert alltaf óákveðin hvað það að gera. Já, það er betra að fylgja eftir. Já. En Heyrðu, þessi náði ekki. Þessi náði ekki undir. Hælumenni minna næst. Já. Jæja. Jæja, Pála á Jónu og Heiðbrá. En Hjördís vel staðsett og kemur Michel og... Ég hef dæmt hana nú til líka. Já, mér sýndist að vera leið út í hana. Já, ég veit það ekki. En sko, það vantar kannski meiri talandi í káaliðum. Það fer ekki milli mála þegar það er að gerast hinum enn á hákáliðinu. Nei. Mikill og góðu talandi. Já, meinar, þetta sé mikið þögn. Já, gæti alveg verið. Það kannski erfiðara fyrir Heiðbrá að átta sig á hvort henni að taka henni ekki þarna. En hvað það? Þarna. Já. Núna ætlaði hann ekki að slá í blokkina, heldur bara hár bolti niður. Já. Sá það, hún sló að miklu hærra heldur en. Já, Mirja fer svo í uppgjöfina. Flott bolti. Enda svo í erfiðum bolta þarna. Já, sko, þetta fínt aðeins að pressa uppgjöfna og reyna að ná nokkur samlíkjandi stigum. Já. Hún jafna með til henni í 7-7 og það ná fínu valdabolta hérna á Michel en Valdís gerir þetta vel. Pála afturlínunni og skorar. Setur hann af Söru í hávöldinni. Pála hoppuði svona aðeins og snemma þarna og tók hann niður með sér. Já, Pála kom með 5 stig. Já, og Æja, svona hík hérna. Gíja ætlar að taka boltann og þetta svona þetta hérna hvað sem þetta sé svona aðeins smurðara. Já. Það er vonandi að það komi en eins og segir þrátt að okkur finnist við káalið eiga tölvöld inni þá eru við jafnir stöðu hérna. Og þetta missaðir móttökuna yfir, Jóna hratt á Gíu en... Fórum við hendurnar á Söru í hendurnar á Jónu meðan hún var að spila upp. En sjáu þið mig. Ég sá það sko. Hvar voru dómararnir núna? Sástu Matrix reynguna hjá Pálu. Var alveg viss að taka bolta svo koma eitthvað ótrúlega beygja á skokkinu á henni. Og slappið að taka hennar bolta. Jæja. Og fín hávörð hérna og Pála þarna endur út til Matteo vil meina inni hann var klálega tæpur þessi bolti. Já, annar línudómarinn dæmir inni og hinn úti.
Já, en boltinn endanum dæmdur úti. Já, þeir voru sammála þarna sem stóðu nær. Já. Þannig að það... Og aftur reynir Jón að lauma en... Þetta var líka... Boltinn var svolítið yfir net. Þarna, þessi var inni. Já, þessi var heldur betur inni. Já, við getum allir verið sammála því. Það var allir sammála því, sýnist mér. Þetta var virkilega vel slegið hjá Pálu. Þetta var flott, þetta var alltaf reyndi síðasta slagi, þannig að hún bara gerði það aftur. Já. Ég er alltaf gaman að þið þegar leikmenn fá svipa bolta aftur eftir að hafa slegið út eða vera blokkaðir, fá að svara fyrir. Það er alltaf klárlega best, þarna ýttum við sér vel fram að nettin. Þetta er vel slegið. Þær eru svolítið að slá þarna sama krossin án þess að við séum að verja það. Já. Já, þær eru útrúlega naskar í að ná að slá meðfram hávörðinni. Já, Pála Ennir var þetta Pálu og það er bara mark borgað sig. Já. Þessi bolti var alltaf að detta hann inn. Já, enda reyndi línaði við hann. Já, það var svona hikandi en aðeins og seint sem hann átti að setja á því að hann var inni. Já. Vel slegið. Já, Pála er bara virkilega öflug núna. En við þurfum að virkja fleiri. Pála kom með 7 stig, Mireia 4, aðrar minna. Og Missir tekur það bolta endanum, reynir að lauma hana en Valdís klár. Og hvar endar þetta? Við bara gerum þetta vel og kemur Pála. Og enn er hún að blokka Hanna María. Næ, ég vil að sjá Pálu bara slá bolta. Já. En flott háur, það er bara þannig. Já, heldur betur, hún er búin að vera bara klettur hana. Það veldi þetta Valdís sé að ná þessu bolta hana og leiðin tilbaka. Og já, veldi það Pálu heldur þess að lífi og Mireia aftur en úr blokkur og Káali fær stigið. Já, eitthvað gott þú það. En já, þessi hávörð hjá gesturinn er alltaf mögnuð en vissulega alltaf gott að fá stigið. En maður hefur smá áhyggjur að þessu, við erum ekki alveg að finna lausnir á þessu. Nei, þetta er svona, vantar aðeins að hraða spilinu og láta það hafa svolítið fyrir þessu að blokka og þurfa að hreyfa sig við netið. Já. Þetta er alltaf svona fyrirsjáanlegt. Já. Fín upptökarna hjá Hjördísi, hvað endar þetta? Michelle, en Valdís að sjálfsögðu. Boltinn endar þarna fyrir aftan. Heiðbrá. Ég held að skrúfa þetta þarna inn. Já, þessi endaði úti. Og enn eru við jöfnu leik, búið að vera jafnt á öllum tölur núna. Skiptir Hákon inn í uppgjáttur. Já, Helena sem átti heldur betur góða engum áðan. Nú var hún snúa ekki rinn eins og hún gerði áðan. Já, sjáum hvað hún gerir núna. Kýmur þetta bolti frá henni. Valdís tekur við. Og Mireia neglir þessu og skorar. Það var vel leist, erfið staða. Já, þetta náðu að stoppa Helenu strax. Já. Og henni er skipt út. Mjög gott. Jæja. Nú má ég fara aðeins að gefa í. Já, það væri rauninni lífsnauðsynlegt fyrir okkur að ná þessari hreinu. Jafna þess að sé 1-1. Þessi HK á toppnum með fullt úr stiga. Káa eins og er búið að tapa 2 leikjum og vinna 1 í oddahreinu. Já. En já, en eins og það er hérna góð blokk í HK, þá er ekki mörg blokkstig á Káa þannig. Nei, það eru 2 Já. gegn 8. Já.
Það er já. flottur, sló bara fram hjá hana í hornið. Gía komin á blað. Þetta var flott. Jæja, nú er að standa blokkina. Gía náttúrulega nýverið kjörinn íþrótta kona K.A. fyrir árið 2020. Magnaður karakter. Útið. Já. Meira var alveg vissinn Sunni Söklátt að báta að fara. Já. Þetta var... K.A. tveimstum yfir. Það er í vandræðum hérna. Jóna velur hrattust á Gíu. Já. Þetta þekkjum við meira frá K.A.-liðinu. Já. Já, skipting á gestunum Heba Sól inn fyrir Michelle. Og Likli. Já, Likli hjá Emil. Jæja, nú er spurning hvort að... Og vonandi að mér eigi að segja hlusta á Matteo. Já. Að ná uppgjöfinni góðri. Það vil ekki vera í því. Það er ekki eina sem Matteo sé að segja núna. Haldið var áhrifan sem er að gera og mér eigi að ná því uppgjöfinni yfir. Ég með að allar handabendingar, það verður nú að segja eitthvað aðeins meira. Já, en spænska er þetta mjög mikið handatungumál. Jú. Tala mikið með líkamannum. En já, búið var að jafnt á flestum síðustu tölum. Þá er K.A. komið 3 stig núna í röð, þannig að Já, engin sens á öðru. Og í nefnbrúna. Þetta var Jóna eða klári að... Hún var komin í boltan niðri. Það voru eiginlega báðar með þennan bolta. Já. Þetta gerist. Heiði bara á Jónu og... Heyrðu, þarna Seiling. Já, Seiling þetta. Seiling. Já, ég sé rétti dómur. Þetta er bara hárrétt. Þegar ég horfði á puttana yfir, eins og við komið að, það var svo gott að sjá þetta hérna. Já. Erfiðara að heyra það hérna samt. Já, það er reynda komið í ljós, já. Það heyrist ýmislegt í stúkunni. Já, svo höldum áfram að tala um það að ekki hlusta mikið á mig. En þetta er fín móttaka og fínt uppspil en valda í þetta. Valdís ætlaði að taka þennan bara löflétt í fingurslægi. Já. Koma aðeins. Boltinn ekki alveg nægilega hár hjá henni. Hjördís kom með 7 stig. Stigahæst gestanna. Og bara endar þessi bolti Jóna aftur yfir. Hérna hoppaði aðeins og snemma. Ég var ekki viss að boltinn að það er rétt að það í vantinna, en það er Jón að stila á miður. En við sjáum það svo sem ekki vel hérna heldur. Nei, ég er sammála, það var tvísitt bolti. Já, það var svona panikk, eitthvað. Já. En endar því að hraða uppspilið á Hönnu var aðeins hægara til hún bjóstu og hún hoppaði of snemma. Já, náði ekki alveg saman. Það er svo hættan við þetta hraða uppspil. Það þarf lítið út að bregða. Þetta er alltaf að smella, en þessi var sennilega úti, syndist mér. Já, mér syns Gía bara ruglast íðrótt. Það var næstu stöngin inn í markið þarna. Já. Já, K.A. búið að klikka 5 uppgjöfum, HK aðeins 1, eins og við sjáum hérna. Það er bara eins og sagði ráðan, HK-liðið er klárlega að gera færri mistök. Það er bara þannig.
Pála vel en fí vörn. á línu, gerir þetta vel og Hávörðin. Já, heyrðu. Já, þetta fengur Hávörðin sem við vorum búin að biðja á Valdís, Jóna á Mirrey og afturlínunni og já. Þessi var mjög erfiður. Hvað er að dæma hér? Nú veit ég ekki. Fyrirlið eitthvað. Bíðum fyrirliða. Dunum við. Eitthvað ekki sáttu við eitthvað sem verður að kalla. Segja fólki að róa sig. Ég heyrði nú ekki neitt. Líka þetta HK var að biðja að Mirrey að stíga línuna. Það var alltaf í afturlínunni en ég er ekki viss það. En Já, það er rétt. Já. Þannig að HK fær stígir. Og eitthvað sé ég. Já. Ég bara stóð á aftarlega, ég tók ekki eftir hvað hann hoppaði upp, sko. Matteo var bara þarna, vel varið. Jæja, Mirrey upp á Pálu setur hann örgan yfir. Og nú er tvíslag. Já, fyrsta í kvöld eða ekki? Jú. Þetta var svona, já. Það var alveg verið tækifæri til að dæma það áður en fyrr en þarna var eitthvað sem mann fannst að vera. Já. En mikilvægt stig fyrir KA, gott að halda forystunni, ekki leyfa mann á að jafna. Kemur Laila og þetta var Laila að geta henni. Já, vel stegið. En eins og svona ekki blokkir ekki alveg mætt. Nei. Til loka. En ég fannst náttúrulega allt benda til þess að boltin myndi enda hjá Lailu þannig en já. Við hefur kannski getað tekið sénsinn og verið mættar aðeins fyrr. Þú vilt meina að þegar þú ert þannig að lesa þetta þá sé þetta augljóst? Já, ég myndi alltaf að halda það. Hávörðin að fara á Mirrey, það vantaði einhvern að taka boltan í kjölfarið og þá tekst það með jafna. Já, heyrðu það vantar svolítið baráttu í KA-liði núna. Það er bara vilja og ekki bíða eftir einhver annar gerir hlutina. Heldur betur. Svo bolti þarna. Sigdís bara með móttöku og vel slegið hjá Pálu. Já. Þetta var það var ekki margir aðeins staðir sem hann gæti slegið á. Nei, heldur betur. Þetta var svo langt út fyrir afturina. En gott að það hefur svona mikið snúningar á boltanum frá henni að allavega það er leið og Laila setti boltan og snýrast henni burtu. Það er enginn aftur á því að hann geti slegið það. En já, Pála er eiga frábæran leik og þetta að fara fyrir okkur hérna. Sko, hann er mættar. Reyna að lauma og mættar hinum einn. Þarna blokkstig. Við höfum ekki klikkað að skara á það. Já, og þetta Heiðbrá sem tók boltan en sástu ferðin á Sigdísi. Það er meirinn að segja að vera á miðjunni og þurfa að bruna fram og tilbaka í Hávörðinni. Mættur á milli kanta, alveg hreint. Svo stöndum við bara hér og gagnrýnum fyrir að vera ekki mættar. Það er alltaf klálega auðveldra hlutverki. Þarna. Já, örðu. Æ. Það ætla að slasast enginn, það ætla fyrir öllu. Já. En þetta er svolítið svona sagan í þessu. Við þurfum svolítið að missa boltar sem við kannski eigum að vera að spila. Já. En fyrir vikið erum við með einstigs forskot og nú er allt undir. Þessir úti. Já. Það gerir Valdís þér. Ég var pínur hræddur að vera að fara að taka. Þetta sér þau að Valdís brosir út af eyrum þarna. Það var mikið létt að sjá það. Þetta er önnur uppgjöfin sem að fer misgjörðum hjá HK. Já. Það gefur ekki neitt. Nei, það er ansið takmark sem það er að gefa hérna. Nú þarf KA-lið bara að sækja. Já. Þessi bolti af netinu og dæmt og net. Já, dæmt net á hótinn á KA-liðinu. Það kannast nú ekki við það en. Nei.
Já, Gíja. Hún er ekki sammála Gunnar núna. Nei. Ekki ég heldur, hann er alltaf leið. Já. Út í þessi. Já, þessi var út. Þarna mjög gott að við fáum gefið nokkuð stig svona í restina af hrinni. Þykjum allt. Já, að sjálfsögðu, sérstaklega núna KA 2 stigum frá því að taka þessa hrinu og hérna þá í 1-1. Það hefist ekkert gefið í þessari stöðu. Nei. Sjálf setur hann inn. Já, sló línuna mjög vel hann. Alveg hreint. Bara örugt línuna. Ég er svona alltaf gaman að þeirra bæði lið fagna og reyna svona að hafa áhrif á dómara. Það er ekki margar í þetta sem þetta virkar. Í blanki þá virkar þetta stundum. Já, þetta getur svona. Þessi var úti. Já, þessi var úti. Já. Þetta er rándýrt. Núna eru mistökin farið detta aðeins inn hjá HK og það er alveg versta tíma fyrir þær. Bara skrítið, sjá þetta eins og ég segi. Eiginlega engin uppgæða mistök, bara akkurat núna. Já. Þá dettur þetta inn. Ég vil segja að við höfum verið að jinxa þær. Það er spurning. KA10 er ótrúlega áhrif. Já, það er ótrúlega áhrif, en það er samt enga áhrif á dómara. Nei. Og dómgjast í leikjum. Þannig að það komið alveg skýrt fram. Það er alveg spurning hvort að... Ég er að spáði hvað margir skilja það sem við erum að tala hérna. Já. Við erum að vitna í yfirlýsingar Lísanda í síðasta leik, karlaleik, þar sem hann var með alls ekki sammála dómur á leiksins. En ég tók þetta oft fram í þeirri útsendingu að ekki taka mark á mér, en ég held að það eru allavega 5-6 boltar sem ég held að vera inni eða úti, en það var akkurat öfugt sem var dæmt, þannig að... En það er spurning hvort það er rétt fyrir sig. Ég skal nú gefa dómurum leiksins það að þeir sjá nú tölum meira að vita á sem er ég. En Jæja, flott móttaka og kemur á miðjuna. Já, frábærlega gert til Pálu. Spurning hvort hún bara, hún kláði ekki að klára þetta allt saman, alla snertingarnar í þessum rally. Og Pála aftur. Hún fór yfir. Já. Ég sá að Gunnar langaði ekki að flauta. Nei, það var svoleiðis baráttan. Hún langaði ekki að flauta. En það var ekki annað hægt. Nei. Heyrðu, allir fann að sjá aðeins svona baráttu. Heldur betur. Það er bara þannig. Heldur betur. Þarna hefði einhver þurft að vera fyrir Pálu til þess að bremsa hann af. Svipaður að Heiðbrá felldi hérna valdi síðan. Já, það lenda á einhverjum. Þetta er spennandi síðustu stigin hérna þessar hrinu. Nú er ég að vissa það að stóra áherslan er að HK að halda uppgjöfinni. Já, nú þurfum við að ná boltanum yfir. Það var alltaf ekki að missa þessa hrinu frá sér. Valdís og hrattu spila á Gíu og þetta kláraði þetta. Þetta er sem þurfti. Góða móttöku, gott uppspil. Einmitt og frábær. Gíja fann hornið sitt. Jæja, þurfum við ekki að henda upp styrtalínu Blackdeitar aftur? Jú. Vara ég áhörfundi við að þetta sé að koma upp á skjáinn. Bara að taka mynd af skjánum til að eiga þetta í símanum. Við byrjum á að renna röstuð yfir tölfræðina. Jæja, ok, gefum henni séns. Já, hérna sjáum við tölfræðina. 25-23 sigur KA. Háspenna lífsetta þessari hrinu. KA með 10 spastig gegn 9. Engir ásækja á hvoru liði. KA með eina laumu. 5 blokkstíg og HK gegn 1. Hávörðin er samt held ég aðeins að koma til hjá okkur. Já, maður aðeins að stilla sig. Og svo sérðu að HK-lið fór að gera mistök undir lok hrinnunar. Gerðu 13 mistök sem gáfu KA stig gegn 7.
og það er kannski bara helsti munurinn á þessu fyrstu 2 hrinnum. Það bara klárlega þannig. Það bara mistökin lágu. Algjörlega. Kíkjum hérna á stigaskorið. Pála stigasti Káa með 8. Hjá gestunum Hjördís og Michelle með 7. Hanna María 6 og Káa, Gíja og Heiðbrá báða með 3 stig. Þurfum að reyna virkja fleiri í Káa-liðinu. Já, það er svolítið mætt á Pálu núna að standa undir þessu. Já, sjáu hérna hrikalega jöfn og spennandi hrina á baki. Unnurinn mest 3 stig ef ég man rétt. Já, mér finnst alltaf gaman að þessu línur út í þessi flétta þarna sem myndast þegar það skipst á stigum. Sérstaklega lýsandi í kvennaflækinu að hafa fléttuna. Já, við skulum kíkja á hérna styrtalínur bakdeildar. Já, ég er mjög hlynntur henni. Og allir að taka á síman og smetla mynd á skjánum, þannig er eigið til símanum. Heldur betur. En já, kemur ekkert á óvart að ég sem alla að fara 4 hrinnur í kvöld. Nei, það bjóst enginn við því að þetta væri auðvelt fyrir hvort-liðið. Já. Það var eiginlega akkurat þannig. En eins og ég segi, HK alltaf búið að vera með fullt úr stiga núna. Unnu fyrirleikinn 3-1 þegar liðið mættist fyrr í vetur. Já. En það voru 4 hörkur hrinnur, þannig að þá hefði alveg getað komið þessu 8 hrinnu og jafnvel tekið leikinn. Það er að segja. Já, það er leikurinn ekki sem að Helena meiddist í. Sem að Káa tappa. Jó, mér minni það. Já, það var það sem... Það var svolítið erfiður leikur. Já. Erfiður aðgangur á honum þegar hún var farin út. Já, hárrétt. Hún, ef ég man rétt, meiddist svona miðbygg 3. hrinnu eitthvað svoleiðis. Já. Það var svolítið sjokk fyrir alla. Já. Það sá strax að þetta var ekki alveg eitthvað smottir í. Já, að Helena alltaf grjótörður ekki vön að kvarta. Nei, þannig að... Hún er þjálfað mig í öldungaflækinu. Já, það útskýrir gríðarlega vöxt í lagskilningi. Ég ætla að segja að hún er gríðarlega hörð og þetta var ekki komast upp en kjaftaði sko. Nei, hún er sko alveg grjótörfið þess að kalla. Lætur að hreyfa sig. Heldur betur. Virkilega skemmtileg karakter. Og verður gaman að sjá þegar hún snýr aftur. Það er að sjá á völlin, ekki ökla eitthvað svoleiðis. Já. Já, það er spurning hvort hún nær einhverju restina þessu tímabili. Já. Já, við erum að fara í 3. hrinu hérna 1-1, flottur blagleikur til þessa. Káa-liðið er að svara betur fyrir sig. Byrjar þetta. Jóna, fútbolti Ráni, hún er í vandræði með þetta. Já. Það kom boltanum yfir samt. Og Sigdís, Vá, hvernig. Hitt hann ekki alveg nægilega vel. Nei, jú, samt þetta var bara gott hjá Hönnu þarna. Fálma í hann þannig að þetta fór upp. Já, hvað gerist? Já, Pála. Pála er ótrúlega í þessum boltum. Kasta sér á þetta og... Já, mér er hann að þessu... Og kemur svo Pála... Ó, þessi var inni! Já, allir sammála. Bara í hornið. Já, þessi var inni. Missel reynir að dæma hann út því að það hefur engin áhrif. Já. En þessi var allan daginn inni. Nú maður vil kannski fara að sjá 1 og 1 ás. Jóna nú held ég með flestu ásann í dildinni eins og staðan núna. Já, þessi er ekki að þér. Það er búin að sjá 1 ás, það var hjá gestunum. Kemur Reyja, erfið bolti. Ekkert að noka á þetta. Hann bjargaði þessu. Nei, þetta var... Sá að Emil vildið allavega. Það var ekki mikill afgangur á þessi verið úti. Nei. Matti var ánægður með þetta, bara slá þarna. Þegar þetta hefði alveg skipt að dottið inn. Já, mér varst hann eiginlega svona slefa í línuna en það náði greinilega ekki alveg. Þetta er akkurat máli. Mótið þessari ávörð bara slá þarna hátt aftast á velli.
Nei, baráttan. Pála heldur okkur í þessum leik, það er bara þannig. Já, bara vera algjör. Já, heyrðu. Hvað er að tala um Pálu? Vildum við ekki fá blokkina? Já. Þarna Matti og fagnar þessu. Já, algjörlega magnað að fylgjast með Pálu, hvort sem það sér í vörn eða svo. En eins og ég er búinn að segja nokkuð sinnum, við þurfum fleiri. Já, við þurfum að fá fleiri hérna aðeins inn, en ég er alveg sama að við klárum þetta Pálu. Já. Sko. Já. Bara nýta hana. Já, sérðu. Maður á ekki að kvarta yfir því að stíginn koma, hvaðan þau koma. En heldur betur. Þetta er bara ekki ekki fara að vera þreytt eitthvað. Nei, en ef einhver er held í formi í þessu liði, þá er það líklega Pála. Já. Mikill, flottur íþróttamaður. Ekki bara góður blag spilari, heldur flottur þjálfari hjá okkur líka. Flott uppgjör. Já, hún sinnir hérna allir í helst á unglingastarfinu hjá okkur. Já, sinnir því flestum flokkum. Eða barnastarfinu. Heyrðu. Þannig að móka með reyðu þarna. Hún veit menna hún bara kýlt hann. Já, Það er að segja boltan, ekki dómaran. Ég er ekki sammála Gunnar þarna. Nei. Já, það er miklu skemmtilega að sjá leikinn fljóta. Já. Þarna, nú ertu farin að heyra KA-liðið kalla. Já. Það er bara, þetta er aðeins að breytast. Það er bara þannig. Já, algjörlega. Og líka bara komið miklu meira að brosi og svona leikmenn og að bara hafa meira gaman að þessu. Eins og segja, kannski var bara spennustigið og mikið. Michelle hérna, en Sýtis nær ekki stýrunum. Nei, var að ferðinni þarna í vörninni, það er rosalega erfitt. Já. Og kemur Valdís inn í hennar stað. Já, 4-3 fyrir KA. Þetta ætlar aftur að vera nývíjant og spennandi. Já, flottur bolti hjá Valdísi og Mireia. Spurningur hvort að háið þessi farin aðeins í hausinn á henni. Já, þetta er samt ekki, boltið móttaka þarf að vera framar, þannig að setja að spila þetta með fingurslæði. Þetta verður alltaf svona háið bolta en auðvitað hann skilur sig yfir. Þetta er allt og jákvæðar, Ágúst. Þannig að við fáum bara minnstök á móti, það er gott. Já, það er fínt að vera skammað fyrir að vera of jákvæður. Það er góð móttaka, þetta er allavega svona mettið frá netinu. Já. Já, Mireia taka vel við þessu og svo hvað gerir Laufey. Pála. Fín vörn. Virklega verið staðsett að Heiðbar á. Þarna, flott vörn að það þessu. Og já, Vilkvætti að Heiðbar á. Kasta sér á þetta og Pála. Laufey gerir þetta vel og Michelle svo, en Mireia sér við þessu. Hvar endar þetta? Smá miskilningur. Já, kemur ekki í þarna. Flott rally þarna. Lúrir þarna við nettið. Já. Alltaf klár þarna. Gíja stígur upp núna, komið 4 stig. Skoraði fyrsta stíð þegar komið miðbygg annar hreinu. Og þú varst alveg ás. Já, þú varst alveg ásinn. Já. Þarna kom hann. Já. En ég vil helst sjá Mireia frá henni. Kemur skipting. Já, kom. Já. Kemur Heba Sól inn. Já, sjáum hérna skánum 1-1 í Ásum. Já, og leiklið. Já, kom. Þetta er svona, maður sé þess að taktík her.
Já, þá komum við aftur hérna. Það er meira að bara leikbæst að smassa henni í gólfið. Ég ætla að fara að panta hérna þráðlausa mæka. Snúran hún flæktist í fótónum og það fór allt í gólfið. Já. Komum aftur að staða hérna. Og smassið hérna af hávörðinni út. Það var að fara hávörð. Laufum uppgjöf. Fín móttaka núna. Æi! Nei, hann er svo hárbolti hann ekki. Já. En við höfum ekki séð mikið að mistökum hana í uppspilinu á miðuna núna en... Nei. Já, mistökin hjá liðin búin að jafnast rosalega eftir þessa fyrstu hreinu. Þá kemur Ás frá gestunum. Heyrðu, Háka búið að jafna. Já, Laufey með Ás og komið 3 stig í raunum eftir leiklið. Emil virðist vera með einhver svör hérna. Þegar maður sjá þetta, skipting og svo leiklið og... Pála upp á Heiðbrá. Já, ítir í blokkinn og út, þetta var vel list. Vel list. Já, var í erfiðri stöðu þarna en gerði virkilega vel. Hárrétt gert. Kemur svo með uppgjöfina sjálf í kjölfarið. Nú takk hann Fíni og Líney og hvað gerist við Michelle en Heiðbrá. Vel staðsett hana. Það er ekki að ná saman hana í. Heiðbrá upp. Þetta er við boltið, þetta er rosa... Nei, ég held að þetta hafi verið mjög erfitt. Þetta var svona kannski 1-2 gráður max sem að Pála hafði þarna. Það hefði verið ótrúlega þrekvirki ef hún á þessu boltalögum yfir. Spurning hvað er það að fara eitthvað í hausinn á Jónu þarna. Það hitti ekki á Mýru. Já. Og, redduðu þessu. Það er svolítið að taka þessa bolt á Söru núna. Og flott, vel slegið. Pála gerir bara sama á Heiðbrá. Já, við sá það líka, það náði ekki alveg sama miðurspili hjá Háka heldur. Það var gett fyrir okkur. Þetta er kannski bara okkar laust við sem við öfluga hávörð, bara reyna að negla í hana. Sjálfsögðu, bara að berja. Já. Gíja. Þetta er flottur bolti. Og reyna að lauma á Arnir Pála klár. Passaði sig að taka boltan ekki hér með netið. Já. Og kom svo svona skýta glott í kjölfarið þegar hún sá boltan dett í jörðina. Það er ekki oft sem maður sér Pálu annað en glottandi. Nei, ákvæðlega jákvæð og skemmtileg persóna. Flott vörn. En það er Pála á... Já. Tekur nokkuð danskið í leiðinni. Hún er búin að finna þarna einhverja lausn á blokkinni allan í augnablikinu. Já, komið 14 stig. Þetta er alltaf bara geggjað að sjá. Svolítið lág móttakar hana búin að vera. Já. Pála enn og aftur. Já, sló bara þarna yfir síndist mér. Já, en Líney kasta sig á hana. Við erum full aftarlega. Já, við vorum búin að... Pála tekur þetta bara á sig. Þetta er bara að gerast nokkur sem við leiknum að vantar að koma meira undir hávörðina. Svolítið komin að hæla hana þarna. Já. 2 stiga munur. Þetta er áfram veisla hérna í Kámilinu eins og svo oft áður í vetur. Flott vörn núna. Þarna, já. Þarna. Flóki sá ekki við þessu. Já, ég er til að sjá mér reyja þessu. Já. Komum með 7 stig. Þarna.
Vonandi förum við aðeins að sjá hann að koma sterk inn. Já. Nú að nýta hann hvort sem í fram með afturlínu. Valdís vel staðsett þarna. Og já, eftir að reyna þetta og fastur bolti hérna en Valdís, já. Bolti svo Pálu enn og aftur og hún tekur lausan. Og það er verið að þessu Heba en Valdís, já. Það finnir góðan stað þarna til að vera. Nei, Pála. Kemur Mirreia og... Já. Þarna sáum við úlið að verki. Já, það er þokkaleg tækni bak við þetta. Já. Já, K.A. komið 4 stigum yfir aftur. Jóna, tæpa ástum hérna. Já, þetta er oft vel gert það Jónu. Dýrmætt samt að hafa pressað uppgjafirna. Heldur betur. Og Valdís enn og aftur við þessa bolta. Og, áfram heldur þetta. Nei, þarna steig nú hanna yfir. Já, Gunni hristi hausinn. Já. Kemur fastur boltur á Michelle afturlínunni en K.A. verst þessu og kemur Pála og henn þessi bolt í leik. Já. Flott vörn. Og ekki nógu framalega þessi bolti. Var þetta ekki tvíslag? Hefði ég haldið. Við fengum stigið. Ég held bara... Tók hún ekki boltan í uppspili? Já. Skoppaði netið Nú kvartar HK yfir netið á Pálu sem var klálega þarna á tímabili en HK steig yfir og tvíslag og það er að dæma ýmislegt í þessu rally en... Þetta er ekki bara gamla góða hagnaðarreglan á fótboltanum? Þetta er spurning hver braut oftar að sé í rallyinu eiginlega. Já. Það er hiti í báðum liðum enda ekki annað í stöðunni. Frábær leikur allt undir hérna. Laufey setur boltan yfir. Kemur Mirreia. Já. Já, ég held þessi rétt. Nei, þetta var ekki rétt. Nei. Nú erum við bara ekki sammála. Nú K.A. sá þetta betur en dómararnir. Já, ég var þetta aðeins meira til hægri í stúkunum. Mér fannst hann fara meira í netið heldur en áriðina. Ég held samt að þú skoða svona hægt og nálægt, þá er 90% tilvik að þá fyrir boltinn í blokkina líka. Já. Þessi var úti. Já. Hann var úti og ekki touch. Já. Heyrður eitthvað touch núna? Nei, ég ætla ekki að fullyrða það. Ég treysti svolítið á Gústa að hann heyri meira en ég hérna í touchinu. Ég heyri svo vel, ég hérna í grassi gróð og allar pakkan. Þetta er erfitt. Þetta á að vera svolítið fullkomin móttaka. Já, komið 3 stig í raunum frá HK eftir að við fengum þetta. Tökum Matti og leikli hér. Já. Þetta er svekkjandi. Við erum búið að byggja forskotið og missa hrappniðið tilbaka aftur. Já, nú er bara rökkvi í ganga aftur. Það er ekkert. Halda yfirhöndinni. Hvernig að þið leik á morgun? Já, við keyrum suður í fyrramálið. Álftanes, 4 morgun. Já. Það er heldur betur þétt spila núna. Já, það er búið að vera held ég 4 leikir núna á 11 dögum. Þetta er 4. leikur núna, þannig að svo er smá pása. Það er, það verður mjög kærkomið þegar það eru leikir og æfingar alla daga. Já. Það er ekki auðvitað fyrir gamla mann. Nei, ég get alveg trúa því. Ég finn nú bara sjálfur álað í K.A.TV þessa dagana. Ég get trúa því. Nóg að sína, sko. Það er spilað í öllum íþróttum af krafti. Við erum nýlega búin að opna K.A.TV 2. Við erum áhuga saman. Æi, hún var svo vissum að það er úti. Já. Nú þurfum við bara að ná ein góð móttaka og þá erum við með þetta. Já. Það er allavega áfram sterkt að halda forskotinu. Já.
Kemur bolti frá Rósu aftur, en núna Valdís með allt á hreinu. Mireia, auga bjarga þessu ennþá í leik. En nú þurfum við að nýta okkur þetta. Jóna yfir á Mireiu og aftur. Og Jóna setur hérna Pálu, Pála neglir þessu, en frábælega björguð Rósa. Það var Rósinni fyrir þetta. Og svo kemur Mireia, Hávörðin frábær, enn og aftur Hanna María. Komið 8 stig og held að segja allt nærri allt flokkstig hjá henni. Glæsileg rally, fullt af vörn og sókn og... Já, 5 stig í röð frá HK, er búin að jafna metin skyndilega. Og Jóna á Sigdísi og... hittu núi. Nei, hann er svolítið gróður í mókinu, finnst mér. Já, ég er samanlega, ég er alveg vissum að þetta er rétt Jóna að segja hún hafi kýrt hann. Þú þarft að ýta meira undir boltan til þess að... Það tók hann töluverðan tíma að byrja að dæma mókilegt mig síðan það... Nei, það var tvíslæðis mér. Já. Það verðist... Æja, Pála. Næ. Góð flott vörn. Þarna, hún lesa þetta hefur brá. Æja, Mireia er blokkuð. Út. Já. Þarna. Þessi var samt ansinn nálægt línunni. Já, ég var ekki alveg nóg fljótur að stíga fram til að sjá. Ég þori ekki að hreyfa mig eftir ég setti hér tækniborðið í rúst á hann. Já, ég held að Líberó væri minna að smassa í gólfi. Já, maður verður að reyna að setja eitthvað í gólfi. Heyrðu, það er múið að hrætta við þennan bolta. Já. Mikil innlifun í þessu fagni hérna. Og verður til þess að kallaliði með sama ásafagn. Já, ég skal koma með þessa tillögu. Myndi örugglega vekja jafn mikla lukku. Já, klárlega. Jæja, hvað verður þessu? Pála, Jóna setur hann á Mireia neglir þessu í hárunina, en Káa áfram með þetta. Pála aftur línunni, enn er hún blokkuð, hérna. Ein á miðunni og þetta blokka. Já, nokkuð lust að Hanna María veit örugglega að horfa. Hvað segirðu? Ég vil að segja Jónu bara að setja hann aftur á Mireiu þarna. Og hann slá. Hann kemur í að finna taktið. En já, það er mér lítið orð þó að Hanna María myndi horfa hann að leika aftur. Já. Hann er svakaleg í hórnum maður. Hvað rendar þetta? Hver vill taka þennan? Já. Einhver, já. Jóna. Og Pæp aftur. Já. Og missa hann yfir. Aftur kemur Káa. Touch, já. Já, Káa fyrst í. Dank touch. Já, við sáum touchið og við heyrðum það inn í stúku. Já, hvað þegja bara. Já, nei. Nei, þetta var alveg, þetta var hárrétt. Já. En það er kannski erfitt þegar þetta er svo algjörlega ofan í þessu. Já, það er ekkert þetta. Þessuna er mitt. Dómararnir sjá þetta ekki alltaf, það er bara ekki. Það er fínt að vera með línu dómarana. Já. Káa. En það voru engin mótmæli? Nei, einmitt. Það kannski ég segi mest. Já, ekki alltaf. Nei. Ég ætla að vera viðkvæmni. Ég held ég hef aldrei séð blakleik enda með rauðu spjaldi eins og þetta síðast. Það var orðið svolítið svona. Það var eiginlega ótrúlegt, en það heldur þetta sé eina íþrótt sem þetta er hægt að vinna á rauðu spjaldi. Já. Vel slegið þarna. Pála lendir hérna á hrallindi. Skulum vona að þetta hristi þetta af sér. Já. Brosi komið leið og reisa aftur upp. Heyrðu þá. Helena mætt aftur. Þetta er orðið þrælspennandi aftur. Já, okkur tókst að stöðvana í annar hrinnu. Spurning hvað gerist núna. Kemur boltinn frá henni fastur af netinu, en Pála klár og Mireia neglir þess af.
Ég held að var hann ekki á leiðin út? Nei. Ég held ekki, ég held að það er rétt að Jón að taka hann. Já. Og það er svona bregðast fljótt við, og hann náði ekki að stýra hann betur. Mýra er bara farin að brosa þessu. Já. Skilur þetta ekki. Já, það er alltaf eina í stöðunni. Já, Pála aftur. Og hrattuspil. Ok, Gía rettar þessu. Þarna gerði Ríja vel. Og svo Heiðbrá. Já. Nú bara stilla blokkina. Hörðu. Michelle. Gía var ekki alveg mætt þarna með. Nei. Það er rétt fyrir Heiðbrá þarna einn í háhorninni. Já. Þetta er... Herðu, komið tveggja þegar fórskot núna? Já, búið svolítið svipað núna. Eftir að Káa var 14-9 yfir rétt að hann. Já, ennir Pála að taka við þessu. En það er Ási á helinu. Við erum búin að vera í vandræði með hana. Já. Pála ekki ánað með að skuli ekki berjast í þennan bolta. Við erum bara sammála. Já, hjartanlega sammála því. Bara... Já, vel gert að Pálu. Hún er að berjast fyrir lífstínu hérna. Þetta eru svaðalega erfiðar rukkaðar hjá henni. Og hérna, Michelle og... Engin blokk. Dæmt net að Káalið. Já. Þannig að Michelle fekk ekki þetta stig. Nei. Það er bara þannig. Heyrðu, það er leiklið. Já, ég veit ekki alveg hvað maður að segja, þetta var að svona... Nei, þetta var svona... datt eitthvað rytmir úr þessu. Já. Þurfum að, eins og ég segi, ég held að líkillinn að þessu væri aðeins að ná að stilla blokkina betur. Gera það maður erfiðara fyrir að sækja. Það er auðvelt fyrir að þeir fara einn og jafnvel á seinni blokk. Já, algjörlega. Við erum að segja það miklu ofta gerast hjá okkur heldur en HK að sé einn í blokk. Og svo þegar það gerist hjá HK þá er það Hanna-María sem er ein og hún bara tekur boltan samt. Já. Jæja. Pála stoppar á netinu. Jæja, það redda þessu. Jæja, þarna. Og Heiðbrá, touch up og net sennilega líka, en það valdi sig, jæja. Hún kemur hálf bolti á Mýri og hún reddar þessu. Já. Og þetta er... Það bjargaði þessu og á Gíu. Já, þetta var flott. Nú fann Gíu næstu í hornið sitt. Þurfum að gefa of mikið upp, nú veit að hvað horniðina er. Já, það er nú bara þessu lík, svona að sjá hann. Þetta var gífurlega vel gert hjá henni. 21-18 og við erum ennþá inn í þessu. Og Ríja komin í afturlínuna með uppgjöfina. Já, flott hjá Gíu þarna. Pála komin á. Jæja, hvað gerir það hér? Af hárinu út. Það gerði Michelle vel. Kom með 13 stig eins og sjáið. Jæja, nú erum við að stoppa þetta. Jæja, það er nóg eftir að þessu. Við erum bara að ná að tengja nokkuð stig. Jæja, Heiðbrá og hraðabolti á Gíu. Veldslegið. Bara veldslegið, slæðir hann aftur á völlin. Þetta er bara flott. Já, þetta er kannski ein okkar besta leið til þess að koma boltanum fram í háhutinu, bara hratt uppspil á miðuna. Gíja er að skila boltanum vel núna. Já, nú vantar okkur bara nokkra góðar uppgjafir. Þá erum við nýja sattur. Okkur vantar ekki þessa. Já. Það var ekki þessi, ég var ekki að biðja um hana. Nei. Aftur 4 stiga munur. Michelle komin eftir línuna núna.
Hörðu. Smell hitti þarna milli Valdísar og Heiðbrá. Og nú er þetta orðið erfitt. Já. Segja það. Káa þarf einu stigi meira núna í röð heldur móti Aftureldingu daginn. Já, fengum eitt. Takk fyrir það. Já. Kemur skipting, nei já, það er skipting tilbaka bara. Já. Heldur út af fyrir Sigdísi. Þegar maður á að virkja Sigdísi aðeins meira. Já. Býr hellingur í henni. Fín móttaka. Já, veldur þá 10. Björn hjá Gíu. Og svo Pála. Já, hún skorar. Einn í einu. 16 stig hjá Pálu. Já, þetta er ennþá möguleiki. Miðið möguleikir. Já, leiksi. Já, Emil að reyna að hafa Emil á Gíu hérna. Þetta var að fína uppgjöfunum. Já. Eins og segi, þetta er ansi mikilvægur leikur upp á toppbaráttan að gera. Stefnir allt í baráttu KA, HK og Aftureldingar. Já, hvernig er það? Er HK búið að spila við Aftureldingu? Ég held ekki. Afturelding búið að tapa einum leik í vetur, það var á móti KA. Já. Þannig að þá eru þau vantar ekki búin að mætast HK og Afturelding. Nei. Já, flottur bolti hérna og kemur Pála af hárunni en þessi bolti enn það leik. Aftur finnum við Pálu, neglur þessu og heldur. Já. Jæja, bara halda áfram að spila. Já. Kemur skipting aftur á HK. Já, Hjördís inn aftur. Hún er með einhver 7 stig í kvöld og hún er búin að vera flottan leik. Og hún hafi ekki einn áhrif strax allavega. Við fyrir alltaf 2 viðbót. Hér kemur hún einmitt og Heiðbrá nær þessu bolta og svo kemur Pála enn og aftur og þessi bolta inn í leik. En tökum við Pála setur hann. Já, þreföld blokk. Nei, þá kemur þessi bolti hérna. Mátt að enda hreinuna á svona stíi. En á sama tíma þetta var bara vel gert hjá Laufey að sjá möguleikann. Já, klálega. Maður vilja sjá samt hreyfinguna þarna. Vera að mæta að taka þarna bolta. Já, sammála því. En hörkur hérna. Já, mér er svona svolítið sveiflukennd. Já, mér finnst vanta aðeins meiri stöðuleika í KR-lið. Mér finnst HK búið að spila svona meiri jafna leik. Með jafnari er samt koma aðeins niður sveifla hjá þeim. Fleiri mistök en já. Það er rétt. Já. Þær eru kannski betri bara með bakið við vegg. En talandi um mistökin, hérna sjáum við tölfræðan úr hreinunni. Já. HK fær 11 stig til mistök á KR-liðinu gegn 3. Já. Þetta er bara svolítið svoleiðis. Já. Að koma þarna nokkur mistök á HK í síðustu hreinu en það er löguð að strax aftur núna og það skilar sigri. Já, þetta er erfitt að vinna hreinu þegar þú gefur 11 stig. Já, en sér samt að KA-lið er að spila hörku sókn með 14 smarsstiga sem 22 gegn aðeins 5. Já, þannig að segja, þetta er fækka mistökunum. Það er bara líkillinn í þessu grilla. Já. Sóknin er komin í gang hjá okkur með Pálu í farabróti. Já. Hvað er Pála komið með að stigur núna? Bara sjá það eftir smá stund. Hann kemur hér. Já. Pála kom með 17 stig. Mireia 11, Gía 6, Heiðbrá 4 í KA-liðinu. Hjá HK er Michelle með 14, Hanna-María 9, Hjördís 7 og Laufey Björk með 5. Ég held við höfum að sjá Sigdísi koma á blað núna. Já. Fyrir KA. Ég held.
Ég held að setja sig með 1 stig til þessa. Já. En já, hérna sjáum við línuritið þriður hinnu. Svo liðin skiptist aðeins á að leiða til að byrja með, en svo tók HK hérna völdin eftir að þeir jöfnuðu úr 14-9 í 14-14. Já, séu bara svolítið fram úr. Já. Og Hei! En já, Þarna kemur línan upp, maður. styrtalínan þar að segja. Styrtalínan góða. Já. Hvetjum ykkur eindregið til þess að leggja Blakdæld KA lið. Já, ég trú að það hrynji inn framlögin núna. Já. Það reynum að gera okkar besta að sína frá leikjum deildarinnar og það væri gaman ef einhver sem var njótað þess að fylgjast með KA TV leggja ykkur lið. Stefnan er að halda KA TV opnu og fríu. Já, það er bara klárlega máli. Já. Finnst það bara ótrúlega skemmtileg þjónusta að geta boðið upp á. Þetta er bara frábært. Hvort sem fólk styður KA eða önnur lið. Við erum að reyna að vera ekki mjög hlutarægir. Nei, við tölum um okkar lið en við reynum að tala vel um alla aðeila, hvort sem það eru leikmenn eða dómarar. Já, ég er nú ekki alveg sammála hvað þú talir alltaf vel um dómarana. Ég get alveg talað vel um þó ég sé ósammála. Já, það er rétt, það er rétt. En það held ég að sé engin skylda hjá þuðlið að vera sammála dómara. Nei. Það er bara leiðist ef einhver er skylda til að vera sammála einhverjum. Sami hvaða kringumstæðan það er. Jæja. Byrja fjóra hérna. Jæja, KA með bakið upp í vegg þarf að vinna þessar hinnu til að fá eitthvað út úr þessu. Og Jóna, já. Kom það. Eiginlega ómögulegt að spila þessum bolta. Þannig að... Já, Jóna kom með 3 stig allt laumur. Og hvar enda þetta? Æja, þægileg boltur í Valdísi. Nú þurfum við að nýta okkur þetta. Og hvað vorum við að tala um? Ég sagði þetta. Fyrsta stigið, Svídís. Já. Æja, þetta er annað stiginn af leiknum og þetta er geggjað. Gíja hefur notið góðs af því að þessu hraði uppspili á miðjunum og undanfærið. Nú þurfum við að fá Svídísi líka inn. Þetta er bara frábært. 2-0 fyrir KA. Já, þessi út, ekkert touch. Sem var út. Ertu viss? Nei, bara, já, bara. Já, Nú er við. Sko, leið á þú sagði þetta og það leiti ég var stíðartöflun og þá var stíðið sett að háka þar. Ég fekk bara hákið sjokk þarna. Jæja, fín pressa af uppkjónum. Byrjum vel. Þú stóðst við alveg út af laginu þarna. Já, það er gott. Já. Það er fínt að eitthvað virki til þess að þakka niður í mér. Flott móttaka. Já. Aftur bara, aftur. Og örgan yfir. Já, herru. Það er í vandræði með þetta. En koma yfir endanum. Heit bara á Jóna og Pála. Það var þetta fín. Enn og aftur. Kemur Mirreia og... Það var nálagt. Það var auðvitað fyrir hana. Já, en það var líka... Þetta voru 4 snertingar á KA þarna. Held ég. Já. Það tóku báða boltan. Já, meina það, já. Þannig að þetta fjallir réttu megin. Já. Fín móttaka núna. Það kemur Pála. Já. Sér út. Já. Flott bara að lemja það fram. Já. Já. 3 í röruna frá ákvað. Já. Tökum við 3 næstu. Já.
Hjördís, já. Reddum þessu. Og mér Hún var svona spáið að slá hann en. Það hefði verið erfitt. Þessir út frá Michelle. Þetta var samt vel spilað, en blokkinn okkar var ekki mætt, þannig að. Já. Michelle svo sem ekki gert mikið af mistökum. Nei. Það er flottan leik. Káa 4-3 yfir. Kemur Pála. Flott bolti. Veldís mætt. Pála afturlínunni. Já, mætt. Hjördís. Jæja, ég er samt ánægður með þetta. Nú verðum við að sjá einhvern í gólfinu og eftir öllum boltum. Já. Miklu meiri barátta, heldur við sáum í byrjun. Já, sammála því. Þetta er á réttir leið. Já. Nei, úti, vá, það væri að detta þarna maður. Já, við höfum hendina með okkur þarna. Ekki nóg með að boltinn snerist upp, þá snerist það líka til hliðar, þannig að. Já, eftir að HK klikkaði bara einni uppgjöf, fyrstu 1,5 hrinunni, það er búin að klikka 8 núna. Það sér svo út frá inn í Laufey. Og hún byrðist bara afsökunar að hafa reynt að smassa í bekkinu á Káa. Það er gott að hafa gaman að þessu. Já. Listu þessu ekki upp. Já. Sex 5. Þetta ætlar áfram að vera hörku spennandi. Það er vonandi að við fáum 8 hrinuna. Gíja með móttöku og það er á Pála. Pála slæðir þetta. Já, það var vel gert. Og kallið fór ekki fram hjá neinum. Nei. Michelle og hávörnin í boltinn skoppar alveg af Gíu á hausinn á Jónu eða? Já. Og Michelle kom með 16 stig. Ef þetta væri handbolti var ég búinn að taka hann umferð. Það er vist alltaf íþrótt. Kemur Pála. Nei, það var. En eru þið í jöfnir stöðu. Það er svo búið að mæða mikið af Pálu. Það er eðlilegt að einhverju bolt að fara að klikka hjá henni. En, frábært móttaka hjá henni, akkurat þegar maður segir það. Og hvað endar þetta? Af Gíu. Já, þarna mátti aðeins að setja lúkurnar yfir netið og loka þessu. Já. Hjördís 8 stig hérna. Nei, þessi skrúast út. Næja, þú þurfum að stoppa þetta. Það geta bara að missa þér eitthvað lengra. Nei, sammála því. Flottar uppgjafir. Já, þetta var góður bolti frá Pálu. Ábyggilega rosa gaman að fá þessu laumustu og líta yfir og sjá svo Pálu dansandi glaða þarna. Ég held að uppspilið ekki alveg hitt hana eins og hún reddaði bara. Já. Hún er algjörlega mögnuð. Og hefur bara á hennar bolta. Og hvað endar þetta? Já. Það er bara, hún er sterk á netinu. Það er verið að leiðrétta stigaskorið. Staðan er 9-9. Já, og Pála komið með 19 stig. Já, takk fyrir það. Það þakka henni fyrir það. Já.
Ég kem lítið ná á því. Góður bolti Vel slegið, já, vel gert til lögur. Já. Já, þessi leikur heldur betur að standa undir því sem maður bjóst við frá honum. Skiptast liðin bara stigum. Sara góð niðurgjöf, hann verið stundum svolítið þungstaða. Já, kemur af netinu, Valdís gerir þetta vel. Og Pála. Hávörðin frábæra vanda hjá þeim og svo kemur Pála aftur Já, á hávörðinni og bara setur á Pálu þannig að hún klára þetta. Sérðu, Hjördís skónum yfir, við rest. Þetta gæti að verið mók. Já. En Pála kom með 20 stig. Já. Ég ætla að vera rétt hissa í hvert einu stig sem hún bæti við. Æja, fáið Sigdísi inn á miðjuna. 10-10, þetta er geggjað. Vá, þessi lauma. Vá, Rósa Dögg. Þetta er skynsamlegt oft í stöðunni þess að Líber voru út af. Þá er þetta góður staður. Gían reyndar mjög öflug í vörn. Já. En vel gert. Er þetta ekki fyrsta lauma frá henni í kvöld? Jú, ég held það bara. Það var bara svo óvannar að hún myndi reyna laumuna. Kom öllum óvart. Æja. Æ. Þarna. Við erum ekki alveg að ná að ráða við þessa laumur. Þetta var bara vel skrúað þarna yfir. Heyrðu, aðja, Jóna klár hérna, fljótt að bregðast við og Pála, aðja, heldur sig gangandi og kemur aftur Pála og náðu ekki maður ekki alveg nógu viðtalega. Nei. Aðja, Jóna situr hann á Mireia, já, ok. Höldum við svo lífi. Pála, aðja, á hárðinni, sko, hún getur ekki hægt. Nei, bara setjum alla bolta Pálu. Aðja. En ég er svolítið tæp hann á línunni uppgjöfunum þarna. Hún Rósa? Já. En slapp með þetta. Það ætti svona að hafa sést í útsendingunni, hún var það uttalega í uppgjöfunni. Það kemur Jóna. Sjálf með mjög flotta móttöku. Úti, já. Já, þessi þannig úti. Þessi er bara úti. Hann var tæpur en úti var hann. Já, það var allir sammála. Já, nema líka línuverðir sem sjást ekki. Nema stigaverðirnir hérna í húsinu, þeir settu stíðu áká. Já, þeir þurfum ekki að fara að dæma neitt, þeir eru bara að fylgja. Já, þau eru kannski að læra hans meira í blagg. Þessi ungu kappar. Já, þarna, en það flott máttaka. Já, Pála með þetta. Jæja, Mireia af hávörðinni. Nei, já, svo kemur klikkar Hjördís. Sjálfsem mistök. Hún er ekki búin að klikka mörgum boltum. Nei, hún er að leysa þetta allt vel en Hjördís búin að eiga flottaleg. Káa komið 3 stig í röð, komið yfir núna. Og fínt að hafa Jónu í uppgjöfinni. Það er mjög krefjandi við að eiga. Já, en leituð að Pálu, en þarna, náði hann að blokka hana. Hún var búin að bíða svolítið tíma eftir síðasta blokkstigi. Pála brjáluð. Já. Það hlaut að koma að því. Hann er búin að vera stórkostleg í hávörðinni í kvöld. Mireia bombar þessu og vel gert hjá Hjördísi að stýra þessu. Við þurfum að ná þessum boltum. Við erum allt á staðar. Alveg. Æja, allan að hafa snerting við hann. Við getum, við sættum okkur aðeins við það. Björtur hliðarnar. Það var reynt. Björtur hliðarnar. Já, Michelle kom með 18 stig. Ég held ekki á móti þarna.
Jæja. Valdís upp á Pálu. Pála skorar. Já. Touch frá Líney hérna. Hún skoraði eitt viðbót. Já. Já. 22 stig. Ef ég maður rétt að skoraði mér Reyja einhver 24 eða 5 stig í fyrsta leiknum hennar hérna. Já. Ég var alveg í sjokki við því. Pála nú bara nálgast það. Pála búin að eiga mjög góða leiki á síðkasti. Já. Nei, hún allt í öllu. Tekur hún vörnina. Já. Það kemur mér Reyja. Það var enginn að fara að verja þennan bolta. Nei, heldur betur. Það var aðeins að minna á sig. Já. Komið 12 stig og við erum að tala eins og hún búin að slaka leik. Við erum að fara fram á hérna í 15 stig allavega. Nær 20. Já, heldur betur. Við byggjum aldrei lítið hérna. Klikka móttakan aðeins. Já. En kom honum yfir í... Já. Og hefði bara á orðinni. Michelle. Áorðin fín. Flott vörn. Og svo. Pála. Aðeins svo lágt. Spil. Og þarna kom Hávörð. Skott. Tvöfölduði Hávörð þarna. Já, þetta var flott. Sigdís. Já. Hún var bara fyrir hérna. Og það er skipting. Og Laufey að fara út af. Já. Og Laila að koma inn. Laila með einhver 4 stig. Og það er leikliðið. Já. Það er skipting og leiklið. Þetta er taktík sem við erum búin að sjá hérna í leiknum. Það er vonandi að við náum að halda dampi. Já, nú verðum við að halda. Það vorst eitt leiklið. Það má ekki frista allt. Nei, heldur betur. Þetta er svona aðeins að detta meira með káliðin núna. En já, það er spilur. Erum við ekki að fara að sjóta hérna? Já, ég finnst að benda til þess. En sveiflurnar svo sem til þess að hafa svo sem... Ég ætti ekki að fullir það neitt. Nei. Það er bara akkurat svoleiðis. Nei. Áorði Káati getur kannski verið óanægir ef við lofum hátarhreinu og svo kemur hann ekki. Já. Það er búin að læra það, maður þarf að passa sig hvað maður segir. Jú, það er komið... Nei, alls ekki samt sko. Við fögnum allir í umræðum Blak. Já, heldur betur. Og það er alveg bara sorglegt hvað flesti fjölmiðlar fjalla lítið Blak nema þegar bikar sér lyft. Já. Því miður, en við allavega sýnum alla leikir sem við getum sýnt hérna á KTV. Þannig að svo vandræði við móttökunni en koma þessum bolta yfir. Jæja, Heiðbrá, Bombarensson. En er Hanna María að vera fyrir. Það er spurning hvort að þessar skiptingar og leikliði virki bara. Já. Nema Emil hafi bara einfallega sagt Hanna vertu fyrir. Já, það geti verið. Jæja. En þá akkurat er henni skipt út og þá mætir margumtöluð Helena inn í uppgjöfuna. Jæja, Pála sér við þessu og nú kemur mér Reyja að háorðinni. Þetta var vel getað Heiðbrá. Já. Aftur. Já. Hún er bara ítir honum í háorðinu. Akkurat. Þetta er bara flott, vel gert hjá henni. Og líka mikilvægt að ná að stoppa Helenu. Já, bara strax. Hún er búin að vera erfið hjá okkur í fyrstu og þriðju hreinu. Við höfum náð að stoppa hana strax í annari og fjórðu. Já. Þannig að ef við fyrir með óttarhreinu þá er... Það var ekki gott að vona inn á. Það hlýtur að vera þannig. Heyrðu, skiptingi á Káa. Já. Hrafnhildur kemur inn fyrir Sigdísi. Já. Hún er sennilega farið upp gjöfuna hana. Já. Það er klapp á rassinn frá Sigdísi. Það skilir sér. Bolti. Já. Og vel gert samt hjá gestunum og Káa-liðið nær að svara þessu með Reyja. Já. Þarna. Sló hann í auðasvæðið á vellinum. Einmitt. Það er það sem boltinn á að fara. Já, þetta var virkilega vel gert. Káa 3 stigum yfir. Farið að
líða að úrslita stundinni hérna í fjórðu hreinu. Þessi var ekki mörgum millimetrónum úti, en úti var hann held ég. Herði ég vitlaust eða kallaði ekki einhver í HK að það er inni? Það var litið að fara. Jó, ekki að ég get nú ekki fullist hvað þú heyrir. Æja, kemur Heiðbrá, fína bolta og er að skora. Þetta var svona hálfgett skítaslag. Það var ekki... Það var lausari held ég heldur en allir heldur. Já. Já, Líni reyndi við hennar bolta en þessi bolti var kannski lausari en heldur. Flott móttaka núna. Já, Michelle. Og náðum ekki að loka blokkinu þarna. Sjáu ekki að Pála er óvanað í sjálfa sig en sko, en þetta er sko bolti sem fer í gegnum hávörðina og sér hann seint fastur og bara það er ótrúlegt afrek að ná að stýra þessu sko. En hún ætlaði með svakalega kröfur á sjálfa sig. Klálega. Svo kemur smassana frá Hjördísi af Jónu og út. Hún reyndi að vera fyrir hana og náði því svo sem. Vantaði svona. En þetta er flott að gerast. HK búið mingi 1 núna. Hún öflugur uppgjafir Michelle. Já, Valdís. Og svo boltinn á Pálu afturvinninni. Ennir ráta Pálu. Ekki alveg að hitta á hana hana. Nei, missir hann yfir. En þetta er á lífi. Náðum við yfir. Vel gert, vel gert. Hún þurfa að stilla. Og flott hjá Valdísi, Heiðbrá upp á Pálu, Pála slæðir þetta yfir. Já. Og þessi var inni. Var það? Já, þessi var inni. Ég held að þið vilja sjá að loka betur þarna. Boltinn er svo nálægt netinu. Já. Það er bara blokkað. Já. Á ekkert að vera að slá fram í það þarna. Sérstaklega þegar þeir eru búin að gera það svo rosalega mikið í leikni í kvöld að slá meðfram hávörðinni akkurat í döðasvæði þarna. Það spilir mjög nálægt netinu. Já. Æja, Matti átekur líklega stöðun 19-19. Káaði með 38 stig úr Smössum gegn 30 en þá var gert fyrir mistök í kvöld sem þýðir það að HK er 2-1 yfir. Það er að segja í hreinum talið. Káa búið að leiða svona lengst af í þessari fjórðu hreinu og það var gríðarlega svekkjandi að missa þetta núna. Já, en það er vist ekki nóg sko. Man þarf að klára þessi síðustu stig. Já, það vill verða í bakinu. Það eru síðustu 5 sem skipta máli. Já. Það er bara svolítið þannig. En þú ert að segja það að næsta stig skiptir ekki máli? Nei, síðustu 5. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Mikil speki hér á ferð að vanda. Þetta er allt heilagur sannleikur sem fer hér fram. Nei, heyrðu. Ás frá Michelle. Þetta var ekki það sem þurftum. Nei, þetta var gott slag frá henni. Og Valdís. Það er vandræði með þetta. Og stuttur bolti, búið að vera nokkuð langir. Út. Takk fyrir það. Þá er komið að stiga sem skipta máli. Maður er alltaf svo feginn þegar svona staða leysist með þessu. Já. Heldur betur. 20-20 Heiðbrá í uppgjöfinni. Boltinn frá henni. Flott uppgjöf. Vel slegið. En er að ná að slá fram með hárninni. Hjördís með 12 stig núna. Sló bara annað línuna held ég. Það var vel slegið. Já. Sara Ósk fyrir gestina. Úti. Við þökkum fyrir það aftur. Já. Þurfum að ná að stilla aftur sóttina hjá okkur. Já. Við þurfum að fá svona út í stig. Gía í uppgjöf. Já. Og Sigdís komin aftur í sóttina. Hún er byrjað að finna sig meira aftur, þannig að það er bara jákvætt. Sjá hvernig blokkar ekki núna. Já.
Já, taka vel á móti. Það er vel slegið. Já, Laila. Þú voru að fá hól fyrir þetta. Það var flott. Laila kom með 5 stig. Já. Og HK leiðir. Vantar 3 til að klára þessa hreinu og það með leikinn. En við höfum engan áhuga að klára þennan leik í 4 hreinum. Já. Ég ekki frá því að þarna hafi hendi farið yfir nettið. Já, þessi er... Sigdís blokkaði það ekki. Blokkstig, þú pantar það. Já, ég er svolítið... Ég er með síndist. Blokkin fara yfir nettið í útspilinu. Já, ekki sem ekki frá því. Hvernig baðstu 1 blokkstig eða mörg blokkstig? Ég held nefnilega að komið annan. Já, það eintalan fréttar hann til alveg eins. Það er komið að því núna að hún klári hrinna fyrir okkur. Já, ég myndi ekki slá hendur á móti því. Já, það missa móttökuna yfir. Jóna á Pálu. Pála, neglir þessu. Já, þetta er út! Já. Já, sko, viðbröðu leikmanna sögðu ekkert til það var engin snerting. Alveg sama hvað HK fagnaði þarna. Já. Það mátti reyna. Já, það má alltaf reyna. Káa komið 2 röð og snúið sér í vil núna. Og við erum með Jónu í uppgjöfinni. Það er bara nákvæmlega sem við myndum vilja. Já. Það er í vandræði með þetta en koma hann yfir. Já. Við fikkum grattisboltan yfir. Og svo... Nei! En er hún að blokka Hanna María Friðriksdóttir. Vel gert hjá þeim þarna. Miðjan var komin, ógnaði, en hoppuðu með nýregu. Já, 23. Þetta er veisla, algjör veisla. Jóna upp á Pálu. Pála, það er missið þetta yfir. Sigdís, ég vissi hann aftur fyrir sig, en þetta er þessu. Já, þetta er á lífi. Michelle, af hártinni, já. Aftur reynaðar. En Heiðbrá, lesta vel, Pála, það er að kýla hann yfir. Og svo Michelle, af hártinni, skrúa svona erfiðlega fyrir Valdísi. Og HK er stíi frá því að klára þetta. Við höfum verið að ná sókninni þarna. Það er bara svoleiðis. Tökum Matteo leikli. Og Hjördís sem er að fara í uppgjöfina. Spurning hvort að hún höndli pressuna. Já, ætli það ekki. Ég hef nú ekki mikla trú á öðru. Allavega Matteo að reyna. Við erum að gera svolítið að mistökum að við náum ekki sókninni eins og þarf að vera. Já. Það er bara svolítið þannig. Já. En eins og ég segi, ég var rosalega til í meira af þessu leik. Þetta var frábær skemmtun. Vantar ennþá meira skemmtun fyrir þá sem eru hlutlausir í þessu. Klárlega. Við erum lausir við stressið. Bara notið þess að horfa á þetta. Jæja, þá er komið að þessu Hjördís Eiríksdóttir með þennan bolta. Og Heiðbrá tekur við og hér kemur Pála enn og aftur. Og hún jafnar knýr fram upptækun. Þessi bolti var aldrei að fara á neitt annan en bolti. Hún er náttúrulega aðeins tengd þjálfarárinu líka, en hann hafði ekki bara... Nei, hún er búin að vera klára það og þetta bara... Já, bara að grínast. Já, ég veit. Fít bolti á Pálu og það er í smá vandræði, menn redda þessu þokkalega og... Hérna var Heiðbrá. Þetta var ódýrt. Aftur HK í lykilstöðu. 24-25. Hver fyrir uppgjöf? Það er Hanna. Hanna María, skipting. Já. Missir út. Sennilega eitthvað að hækka blokkina þarna. Já. En Hanna María í uppgjöfinni, það er búið að skipta henni ansi oft út í uppgjöfum í kvöld. Já. Spurning hvort að hún sé með uppgjöfuna rétt stilta hjá sér. Já. Við þurfum stíið. Heiðbrá, Jóna og Páli afturlínunni, fastu bolti en það ná að vera þessu smá ruglingur hérna. Þessi var út! Já. Flott hjá henni. Hún
Hún ætlaði að slá hana. Já. Það þýðir ekkert annað þessari stöðu en bara slá. Já. Algjörlega. Alveg klárt, þú skorar ekki, þú slærið ekki. Það er hætti því. Þeir skora sem þora, eins og góðmaður sagði. 25-25. Enn er upphækkun. Sigdís, dýpbolti. Sara tekur við þessu, fæsir boltan aftur. Já. Flott hávörð og Gía. Smá panikk. Já, reyndi að finna hotnið sitt. En hávörðin góð þarna. Hvað rendar þetta? Pæp, frá Hjördísi. Já, Pála stýrir þessu vel. Boltinn á Mirrey neglir þessu af hávörðinni. Mikið stig núna. Nei, Pála var farin niður. Já. En er HK í lykilstöðunni. Já. Pressan er á okkur. Það er svolítið þannig. Spennandi, þetta er spennandi. Það er það sem við viljum. Spennandi og skemmtilegi leikir. Jæja. Kemur boltinn frá Lælu. Og Valdís, flott. Það er við bolti Pála. Úti. Það þýðir að HK vinnur leikinn 3-1. Já. Hetjuleg barða KA-liðsins en því miður gekk ekki í kvöld. Gekk ekki alveg og aftur vinnur HK 3-1 sigur á KA-liðinu. Gríðarlega svekkjandi en enga sigur margt jákvætt. Og HK bara einfallega með frábært lið. Já, stabílar. Já. Við fengum því miður ekki Oddarhreinu en það er bara eins og það er. Skulum kannski kíkja stutt á tölfræðina áður en við þurfum að setja gott. Þökkum alltaf sjálfsögðu kærlega fyrir áhorfið. Alltaf gaman að sjá hvað eru margir sem hafa áhuga að horfa á gott blagg. Þetta er þetta 25-27 sigur HK eftir upphækkun. KA með 9 smarstig gegn 12, þarna snýrist þetta við. HK fór að skora meira smarstigum. Skora 2 ása gegn engum. Og bæðileg með 3 laumur. En nú aftur var að HK sem var með fleiri blokkstig. Fór heldur betur fyrir henni Hönnu í blokkinni. En já. Hörku fjórðarhreina sem endar með sigri HK. Kíkjum þessi örstuð á leikinni í heilsinni. Hérna sjáum við hann 16-25 sigur HK í fyrstu raunu. KA svaraði 25-23. HK kom svo í 2-1 með 22-25 sigri og vinnur svo leikinn 3-1 með þessum 25-27 sigri eftir upphækkun í fjórðarhreinu. KA skora 40 smarstig gegn 35. 2 ásæri KA gegn 7 laumur KA gegn 6. HK með 15 blokkstig. Þar held ég að Hanna sé með svona 12. Hún var algjörlega mögnuð í blokkin í dag. Fór heldur betur mikið fyrir henni. KA gerir 35 mistök sem hann gefur HK stig, 32. En já, annars í heildina var þetta alltaf bara hörku jafn og spennandi leikur. En endar með 3-1 sigri HK. Kíkjum á hvernig fjórða og síðasta hreinan spilaðist. Það er svona, sjá þetta var hnífjafnt og spennandi. Liðin skiptist á að leiða, KA komst í ágæti stöðu þarna undir lokin. En náði ekki að halda því forskoti og HK vinnur svo eftir að hafa leitt undir restina og hélt pressa á KA-liðin sem enda alltaf með því að KA mátti gera mistök. Og kannski kíkjum svo síðasta lagi á tölfræði hvers liðs fyrir sig. Þannig að sjáum við stigaskora KA, Pála til Olma og Gómez, stórkostlegu leikur henni 24 stig, Mireia og Roscoe með 13, Gía og Heiðbrá báða með 6 stig, Sigdís með 4 og Jóna með 3. Hjá gestunum, það var Michelle Trainee með 23, átti líka frábæran leik, en það náði að dreifa stigunum aðeins betur að sér, það voru fleiri sem skoruðu mikið af þeim, Hjördís Eiríksdóttir og Hanna María báða með 12 stig, Laufey Björk með 7, Laila 5, Rósa Dögg 3, Sara Ósk 2 og Helena Einarsdóttir 1 stig. En já, ég heldur fyrir að setja gott hér í dag. Þökkum kærlega fyrir áorið. Alltaf gaman að sjá hversu margir hafa áhuga á góðu blaki. En annars aftur bara takk kærlega fyrir okkur í dag. Og við sjáum svo fersk. Það er nóg að gera á KA TV helgina. Það eru 2 útsending frá stefnumóti í 7. flokki í fyrramálið. Svo er KA Þór IBVF
í Ólisteild kvenna í handbolta á morgun og á sunnudaginn sýnum við KA-IR í Ólisteild kalla í handboltanum, þannig að endilega fylgistu vel með gangi mála hérna hjá okkur. En annars heiti ég Ágúst Stefánsson, með mér í lýsingu var Arnar Már Sigurðsson og Stefán Jónsson stýrði útsendingu og tölfræði. En já, takk kærlega fyrir árið og við sjáumst fersk. Bless, bless!